in the room. Að þá var mjög alvarlegt andrúmsloft í salnum. There was no laughter, Það hló enginn no joking. og engir brandara sagðir. Hearts were broken. Að hjörtu voru brostin. And young people asked the one question, Og unga fólki spurði einna spurningar. why was he crucified? Hvers vegna var hann krossfestur? Mel Gibson Mel Gibson did not answer that question in that svaraði movie. alls ekki þeirri spurningu í kvikmyndinni. But I believe En ég trúi því the movie was used að kvikmyndin hafi þó verið to notuð raise that question. til þess að vekja athygli á þeirri spurningu. Why was Jesus crucified? Hvers vegna var Kristur krossfestur? What was the purpose of him being beaten? Hver var tilgangur þess að hann var sleginn þannig? Why did he have to shed blood? Hvers vegna þurfti blóði hans að vera úthellt? Why did he feel forsaken by his father? Hvers vegna fannst honum eins og hann væri yfirgefinn af sínum eigin föður? What's the meaning of the cross? Hver tilgangur krossins? In this last message, Í síðasta boðskap mínum I want us to focus on þá vil ég dvelja the gjarnan við eitt. meaning of his suffering. Það tilgangur eða merking þjáningar Krists. The Bible says Biblía segir okkur he learned obedience að hann lærði að hlýða through suffering. í gegnum þjáningu. How many of you remember your first whipping? Hve mörg ykkar munið eftir fyrsta raskellinum? Didn't it straighten you up a little bit? Voruð þið ekki hlýðnari eftir á? I can remember when my mother would whip me, Ég man eftir því þegar mamma raskelti mig. I would say, Ég myndi þá segja, yes mother, yes mother, Já, mamma, yes já, mother. mamma. I won't do that anymore. Ég skal aldrei gera þetta aftur. And I meant it. Og ég meinti það. But you know, she discovered En hún komst á raun það that sometimes the only way I would obey, að eina leiðin fyrir mig oft á tíðum til þess að hlýða, she would have to inflict me að þá þurfti hún að with pain. slá mig með þjáningu. And that happened for many of you. Það að segja með sársauka og þannig hefur það gerst með mörg okkar. So I always thank my mother Og þess vegna þakka ég móður minni for fyrir giving me a whipping. að raskella mig. I didn't think her back then. Ég þakka henni ekki þá. I thought she was a mean woman. Þá fannst mér að vera virkilega I did illgjörn not even kona. want to speak to Ég her vildi ekki einu sinni tala við hana because of the pain. vegna sársaukans. But now that I'm older, En núna þegar ég eldri, I'm thankful that she saw beyond að þá þakka ég henni fyrir það my að hún small horfði undan við understanding okkar skilning eða misskilning of why I needed a whipping. og hvers vegna ég þurfti á raskella að halda. Now that I'm older, En nú þegar ég eldri, there's some things I will not do. að þá eitthvað sem ég mér alls ekki gera. I remember stealing out of my mother's purse, Ég man eftir því að ég stal úr veski móður minnar and then I lied. og svo laug ég að henni. Yeah, some of you have done that too, but you Sum ykkar can't hafi gert tell. það líka, það ekki? And my mother En móður mín whipped me for it felt like 2 days. og raskelti mig sem ég fannst þess að hefði staði yfir í 2 daga. But to this day, En allt fram á þennan dag, I will not touch a woman's purse. að þá mun ég ekki snerta veski annarar konu. When I see a purse, Og þegar ég sé I einhvern go in veski, the opposite direction að þá fer ég í hina áttina. because I think my mother's going to whip me Mér again finnst þess að mamma muni koma að raskella mig for aftur. going into a woman's purse. Eða fyrir það að fara í veski annars. I have never Ég hefi aldrei gone in a woman's purse farið ofan í veski nokkura konu. since that whipping, and that was almost 40 some years ago. Síðan ég var raskeltu fyrir 40 árum síðan. So I learned obedience Svo ég lærði hlýðinni through suffering. í gegnum sársauka. Now the Bible says Biblía segir okkur he was wounded for our transgressions. að hann var særður vegna okkar misgjörða. He was bruised for our iniquities. Það voru einmitt okkar syndir sem að hann leið fyrir. Now many times we don't think about that Oft hugsum við bara ekki út í þetta, in that way. ekki á þennan hátt. We think he was wounded for someone else's iniquity, Okkur er gjarnan á að hugsa að hann hafi Someone liðið fyrir else's syndir sin. annara syndir, but we don't think that he was wounded for our en sin. ekki svo mjög fyrir okkar eigin syndir. So we stay at a distance from Christ, Svo við höldum okkur svona eins og til hliðar frá Kristi and we just say he died, og við segjum já, hann dó, he was crucified, hann var krossfestur, but I must deal with my own guilt and shame. en ég verð sjálfur að meðhandla mína skömm og synd. That's why as we focus upon the cross of Christ, Það er þess vegna sem að við beinum athygli okkar á Jesus krossi is Krists. saying to you, Það sem Jesus segir við þig,
Take my yoke upon you. Takið á yður byrði mína Learn from me, og lærið af mér. for my yoke is Því að easy, mitt ok auðvelt burden is light. og byrðin létt. Why? Hvers vegna? Because Jesus went to the cross for me. Vegna þess að Jesús fór upp á krossin mín Not vegna. only for the world, Ekki bara fyrir heiminn, but for Franklin S. Hill III. heldur fyrir Franklin Hill III. He stood in my place Hann stóð þarna í staði fyrir mig and died for me. og dó þarna fyrir mig. Christ was crucified Jesús var krossfestur to make payment til þess að greiða gjaldið for God's broken moral law. fyrir það að lögmál, siðferðist lögmál Guðs hafi verið brotið. Everything he did Allt sem hann gerði was on my behalf. var fyrir mig. When he was tempted of the devil, Þegar hans var freistað af djöflunum, Jesus passed the test að þá stóðst Jesú prófið for me. fyrir mig. There were 3 temptations, Það voru 3 freistingar and all 3 of those og temptations allar 3 þeirra I have failed at. hefi ég svo brugðist í að standast. The first temptation, Fyrsta freistingin turn the stone into bread. fjallaði það að breyta steinum í brauð. Now, I don't have the ability to turn stone into bread, Ég þarf ekki að breyta steinum í brauð, but I've stolen bread. en ég hef stólið brauði. I've taken things that I did not own. Ég hef tekið From hluti others. frá öðrum sem ég átti ekki. Jesus passed that test for me. Jesús stóðst svona freistingu mín vegna. Second temptation, Önnur freistingin, he was taken to a pinnacle hann var tekin upp á hæð and told to jump og sagt að hoppa þar fram af. because the angels will take care of you. Fram á bjargbrún voru hann sagt að stökkva því að englarnir myndu bera hann. Jesus did not jump, En Jesús stökk ekki fram af. but I jumped En ég hef hoppað to prove myself. til þess að sanna sjálfa mig. You have jumped Og þú hefur stokkið to prove yourself. til þess að sanna þig sjálfa eða But sjálfa. Jesus stayed there En Jesús stóð þarna so that he could reach down stöðugur til þess að hann gæti and selst pick me up eftir mér og lyfta after I mér fell to the ground. eftir að ég hafði fallið niður. That's why the Bible says Þess vegna Biblía a segir righteous man can fall 8 times að hinn réttláti geta fallið eða hrasað 8 and the sinnum, Lord will pick him up. en drottur mun alltaf reisa hann upp. Wow, Það this stórkostlegt. challenges our thinking. Þetta svona svo skorar á okkar hugsun. I thought Ég hélt once I become a Christian, að þegar ég væri orðið I kristinn won't maður, fall þá anymore. myndi ég ekki hrasa aftur. It's not so. Það bara ekki þannig. We always struggle with sin. Við þurfum alltaf að stríða við syndina, Every one of us. hvert einasta okkar. And there are sins that you don't think are sins. Og það eru til syndir sem þið teljið alls ekki vera syndir. But in God's eyesight, En í augum Guðs, it's sin. að þá þetta syndir. That's why Jesus has said, Þess vegna hefur Jesús sagt, without me, án mín you can't do anything. getið þið ekkert gert. Come unto me, Komið til mín, all ye that labor and are heavy laden, öll þið sem and I will give you þungahlaðnir rest. og ég mun gefa ykkur hvíld. We need a relationship with Christ Þess vegna þurfum við að eignast þetta samband við because Jesú he's Krist. the only one who can help us when we fall. Vegna þess að hann sá eini sem getur hjálpa okkur þegar við hrösum. How many of you have ever gotten angry at someone? Hver mörg ykkar hafi reiðst á öðrum. Oh, yes. Já, þið öll. How many of you have said things in your mind Hver mörg ykkar hafi sagt í huga that were ykkar evil? að þessi illgjarn. Já, What do you do with that? hvað gerum við svona lega? See, you can hide it from me. Þið getið falið slíkt frá mér, You can't hide it from en God. þú getur ekki falið slíkt frá Guði. So when God looks into your life and he sees all of this negative, evil stuff, Þess vegna þegar hann lítur á líf þitt og sér alla soran, what does he do? hvað gerir hann þá? He sends the Spirit Hann sendir anda sinn to convict you of sin til þess að sannfæra þig synd and to open you to his loving, forgiving Spirit. og til þess að opna meðvundun þína fyrir hans opna eða fyrir kærleiksríka anda. There's a little book called Steps to Það Christ, til lítil bók sem heitir Vegurinn til Krists, written by Ellen G. White. sem skrifuð af Ellen G. White. She says, Hún sagði, often
oft, we will find ourselves at the foot of the cross, þá komumst við að raunum að við erum komin að krossi asking Krists God for og forgiveness byggjum Guðum fyrirgefningu for our missteps, fyrir að hafa misstigið okkur mistakes, og mistökin okkar and sins. og syndir. It is not that you won't fail. Það fjallar ekki það að þið ykkur hafi skjáttlast eða The brugðist. issue is Málið snýst when you fall, að þegar þú rasar, which way do you fall? í hvaða áttu rasar þú? Toward the cross Í áttina að krossinum or away from the eða cross? burt frá krossinum? If you fall toward the cross, Þegar þú fellur í áttina að you krossinum, are saying, Father, I need you. þá ertu í raun að vera að hrópa, Faðir, ég þarfnast þín. If you fall away from the cross, Þegar þú fellur frá you are krossinum, saying, Father, I don't need you. þá ertu í raunin að I segja, can Faðir, handle ég my þarfnast sin ekki, problem. þarfnast þín ekki, ég get séð um mig sjálfur. And the Father watches Og Faðirinn horfir á and says, poor soul, og segir, vesalí sálin, without me, án mín you can't deal with your sin. getur þú ekki neitt. That's why the Holy Spirit was sent. Það var þess vegna sem að Heilur Andi var sendur. The Bible says he is the Spirit of truth. Biblían segir að hann He andi will sannleika. lead you into truth. Hann mun leiða þig í allan sannleikan. Without the Holy Spirit, Og án Heilans Anda, I can connect with þá God. get ég ekki náð sambandi við Guð. That's why we are told to ask for the Holy Spirit every day. Það þess vegna að okkur er ráðlagt að biðja Heilan Anda á hverjum degi. In Luke 11, 9, Í 13, 11. kapla Lúkasar í 19. vessi, the Lord says, að þá segir Drottinn, if ye then being evil að þar sem þér eruð ill eða vond know how to give good gifts unto your og children, hafið þó vit á að gefa börnum ykkar góða gjafir, how much more hversu miklu fremur þá shall your heavenly mun Father ykkar himneski faðir give the Holy Spirit to them that ask him? gefa Heilagan Anda þeim sem You see, God understands Guð skilur that I cannot live this life without the Holy Spirit in my life. útiloka fyrir mig að lifa þessu lífi án Heilans Anda í lífi mínu. Without the Holy Spirit, Án Heilans Anda I cannot appreciate Jesus Christ. þá kann ég ekki að meta Jesú Krist. Without the Holy Spirit, Og án Heilans Anda I don't want to be humble. að þá vil ég ekki einu sinni Without the vera Holy Spirit, og án hans I don't want to love you. þá vil ég ekki elska Without þig. the Holy Spirit, Og án Heilans I Anda don't want to pray to God. þá vil ég ekki biðja I til Guðs. need God's Spirit in me Þarf á Heilagum Anda að halda í lífi mínu to order my steps. til þess að stýra skrefum mínum. The Bible says Biblían segir the steps of a righteous man að vegur hins réttláta are ordered by the Lord. honum stýrt af drottni. When the Spirit is given Þegar að andinn gefin entrance into your heart og kynntur inn í líf þitt through the reception of the Word of God, og fyrir tilstilli orðs Guðs, He directs your life. að þá mun andinn stýra lífi þínu. And it gives you great meaning Og þetta gefur þér mikinn tilgang í lífið. because you don't have to live this life Því alone. að nú þarftu ekki framar að lifa lífinu einn eða ein. Some of you remember my cousin. Mörg ykkar munið eftir frænda mínum eða frængu. He does not like to fly an airplane. Já, honum líkar ekki að fljúa He í said he flugvél. will never leave the United States Hann of segir America aldrei fljúa eða fara í burtu frá Bandaríkjunum. because he has fear. Því að hann hrættur. And I said to him, Og ég hef sagt við hann, you are a preacher. þú ert prédikari. Have you read the Bible? Hefur þú lesið Biblíuna? He says, yes. Hann segir já. I said, no, you haven't. Og ég segi nei, þú hefur sko ekki lesið hana. I said, the Bible says, Og hann segir, Biblían segir perfect love að fullkomin kærleikur cast out all fear. kastar út öllum ótta. He said, oh, you are trying to be legal. Já, frændi minn segir, þú ert að reyna að vera eitthvað lögmál And styrkandi. you are trying to tell me I should be willing to fly and leave the country. Og þú ert að reyna að sannfæra mig að fljúa og yfirgefa landið. And I said, you're correct. Og ég segi, já, það er rétt. Because as a preacher, Vegna þess að sem prédikari you should believe the word of God ættu þú að trúa orði Guðs and let God's love remove your fear. og leyfa orði Guðs að taka í burtu allan óttan. He gets very quiet. Og þá þagnar hann. I'll think about it. Ég skal hugsa máli, segir hann. When we look at the cross of Christ, Þegar við virðum fyrir okkur kross Krists, we see Jesus þá sjáum við Jesú enduring great pain for að us. líða þennan sársauka fyrir okkur.
we are seeing the effects of sin Við sjáum afleiðingar on syndar humans. á okkur mennina. Sin destroys. Syndin eyðileggur It will take your life away. og tekur lífið okkar. And this is what Christ is trying to reveal to Og us það þetta sem Kristur að reyna að opinbera fyrir okkur. as he hangs on Það Calvary's sem hann cross. hangir á Golgata krossi. The reason he Ástæðan died, fyrir því að hann dó he died so that he might give us his blood. þessi að hann mætti gefa blóð sitt. Because the Bible says Því að Biblían segir the life is in the blood. að lífið fólkið í blóðinu. He gives up his life, Hann fórnar blóði sínu. he sheds his blood Hann úthellir blóði sínu so that I might receive life til þess að ég mætti meðtaka líf. and Og síðan be forgiven of my að sins, þá hefur hann fyrirgefið syndi mínar adopted into his family, og ættleitt mig inn í fjölskyldu sína transformed in my thoughts and feelings, myndað mig og allar hugsanir og so tilfinningar that I mínar reflect the love of God til to þess að others. ég geti endurspegla kærleika Guðs til okkar. I have said this before. Ég hef sagt þetta áður One of the most difficult things for us to do as að Christians eitt hið versta eða erfiðasta fyrir okkur sem kristið fólk að gera is to forgive. að fyrirgefa. It's tough. Það svo erfitt. Without God's help, Án Guðs hjálpar you can't do it. þá getum við þetta ekki. Because you feel justified Vegna þess að þér finnst þú vera réttlættur to hold offense í því að hafa eitthvað gegn öðrum. against those who've offended you. Að ala eitthvað gegn öðrum sem hefur gert eitthvað á móti þér. You feel bad, Þér líður illa, your feelings are hurt, tilfinningar þínar hafa verið særðar, you are angry, þú ert reið eða reiður you feel righteous, og þér finnst þú vera réttlátur and you réttlát, just take yourself and say, I will never forgive that person. og þú bara ákveður með sjálfur þér eða sjálfur þér, ég ætla aldrei að fyrirgefa þessari persónu. But when you look at the cross Þegar þú horfir á of krossinn, Jesus Christ and kross hear him Jesú say Krists, to you, og heyrir hann Father, segja við þig, forgive, Faðir fyrirgefðu, for they know not what they do, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra, and you remember your sins, og þá minnist þú þinna synda it breaks your heart. og hjarta þitt brestur. Because you know Vegna þess að þú gerir þig grein fyrir því you have not earned that að forgiveness. þú hefur ekki áunnið þér þessa fyrirgefningu. Forgiveness is a challenge for Christians. Fyrirgefning áskorun allra þeirra sem eru kristnir. Because the devil Vegna þess að djöfullinn, works on the mind. hann vinnur á huga okkar And he says, og hann segir, you don't need to forgive. þú þarft ekki að fyrirgefa, You don't need to extend þú forgiveness. þarft ekki að bjóða fram fyrirgefning. You are free to be upset. Þér leifilegt að vera í uppnámi og vera særður og móðgæður. And leave that person alone. Láttu þessa persónu bara eiga sig. Let me say this. Má ég þá segja við ykkur, Until you forgive, þar til þú fyrirgefur, you will have no inner peace. að þá myndu aldrei eignast þennan innri frið. I have inner peace. Ég á þennan innri frið. I've forgiven people for things they've done to me. Vegna þess að ég hefi fyrirgefið þeim. The Lord has helped me to forgive them. Drottin hefur hjálpað mér að fyrirgefa þeim. Most of you don't know my story. Og flest ykkar þekkið ekki mína sögu. I should be angry Ég ætti að vera reiður because of things that happened in my life. vegna þess sem hefur gerst í lífi mínu. I was excommunicated from the church. Ég var rekinn úr söfnuðinum My ordination was taken away. og prestvígsla mín var tekin frá mér. I was scandalized. Ég var útborinn sem óalandi. I was told I would never be able to preach anywhere Mér var again. tjáð að ég gæti aldrei fram að prédika nokkuð staðar. But I'm preaching En today. ég að prédika fyrir ykkur Praise the Lord. Guði sé lof. And it's because God did it. Og það vegna þess að Guð kom þessu I til didn't leiðar. do it. Ég gerði ekki neitt. And when I see some of these men Og þegar ég horfi á suma þessum who mönnum put me out of the church, sem ráku mig úr söfnuðinum, who excommunicated me, who sem took my ordination. tóku svo frá mér vígsluna, How you doing, brother? að þá spyr ég þá þegar ég Praise the Lord. Guði sé lof. I don't have to follow you anymore. Ég þarf ekki að I'm free at last. Ég frjáls að Thank lofum. God Almighty. Guði sé I'm lof. free at last. Já, Guði almáttugum sé lof og dýrð. And Ég some of them wonder, Og sömur þeirra velta því fyrir sér. has he had a breakdown? Hefur hann fengið taugaáfall?
And I say, yes, I've had a breakdown Ég segi, já, ég hefi fengið tauga áfall with Jesus. með Jesú Kristi. The best breakdown you could ever have. Þar sem best að verða fyrir tauga áfalli hjá. Because Jesus will heal your broken heart. Vegna þess að Jesús mun lækna brosti hjarta þitt. He will set you free from the prison house of anger and ferocious feelings and negative spirits. Leysa þig úr fangelsi, synda og vonbrigða. And he gives you his joy and peace. Og hann gefur þér gleði og frið. I have real joy. Ég á virkilegan fögnuð í hjarta mínu. Because Christ placed it in my heart. Vegna þess að Kristur plantaði þessa fögnuð í hjarta mitt. And I do not brag. Og ég ekkert að hreykja mér upp. Because I'm very thankful. Vegna þess að ég svo þakklátur. Kristur is personal. Hann raunverulegur. I don't have to be angry. Hann persónulegur, ég þarf ekki að reiðast. And I really walk by faith. Og ég gengur raun og veru í trú. When I was in California, þegar ég var í Kaliforníu, I made maybe close to $70,000 a year. Að þá vann ég mér inn kannski svona cirka $70,000 á ári. Big home. Þetta voru á 50 milljón króna og ég átti stórt heimili. Swimming pool. Og sundlaug. I had fruit trees in the yard. Það voru ávaxtatré í bakgarðinum. Big car. Og ég átti stóran bíl. I was somebody. Ég var nefnilega einhver. But you know what? En vitið hvað? The Lord took it all away. Drottinn tók þetta allt frá mér. And said, you are too proud. Og hann sagði við mig, you are lifted up in yourself. Þú bara uppblásin blaðra. I had 900 members. Ég var prestur í 900 meðlema kirkju. And when I walked in my church, og þegar ég gekk inn í kirkjuna, I had 2 assistants waiting on me. Að þá voru 2 aðstofamenn sem að sáu allt fyrir mig. The Lord said, og Drottinn sagði við mig, you are too proud. Þú allt og stoltur, góður minn. And he took it all away. Og hann tók þetta allt frá mér. But you know I'm glad he did. En vitið það, ég gleðst yfir því að hann gerði mér þetta. Because had I been in California today, vegna þess að ef ég hefði farið til Kaliforníu til Kaliforníu today, í dag, I would not be here in Iceland. Já, ef ég væri í Kaliforníu í dag, þá væri ég ekki hér á Íslandi núna. Yeah, praise the Lord. Við skulum lofa Guð. Christ suffered for me. Kristur leið þjáningar mín vegna. I read in the book Counsels on Diets and Food by Ellen G. White. Ég hef lesið í bók eftir Ellen White sem fjallar heilbrigt mataræði og heilsu. That Christ fasted 40 days. Að Kristur fastaði 40 daga. For me. Fyrir mig. Just as he went to Calvary. Alveg svo hann fór upp á Golgata kross. For me. Fyrir mig. Just as he conquered those 3 temptations. Alveg svo hann sigraðist á þessu 3 freistingum. For me. Þá gerði það fyrir mig. And then when I think about it, og þegar ég hugsa þetta, everything I've needed að allt sem ég for þarfnast spiritual growth, fyrir andlegan vöxt, Christ has given it to me. að þá hefur Kristur gefið mér þetta allt. He gave me his Holy Spirit. Hann gaf mér sinn heilaga anda. He's given me his word. Og hann hefur gefið mér orðið sitt. He's given me a family of believers. Hann hefur gefið mér fjölskyldu. He's given me his love and forgiveness. Hann hefur gefið mér fyrirgefningu He sín og gives me life every Hann day. gefið mér þetta líf til að lifa á hverju degi. He's given it all. Hann hefur gefið mér allt. I'm so thankful I know this. Ég svo þakklátur fyrir að gera mig grein fyrir þessu. Now, I'm not a great vegetarian. Ég ekki mikil grænmetisæta. I'm 4th generation Seventh-day Adventist. Ég þó 7. dags aðventisti í 4 ættliði. And I have people in my family Og ég á fólk í minni fjölskyldu who are strict vegetarians. sem strangir eða grænmetisætur. I think they believe Ég held að þeir trúi því they're going to get to heaven að þeir komist til himins because they eat bananas, vegna þess að borða banana coconuts, og kókóhnettur and fruit. og ávexti, No meat. en ekkert kjöt. And I smile because they aren't happy. Og ég brosi að þau vegna þess að þetta fólk, það ekki hamingjusamt. They have bad breath. Það daunillur andi út úr munni þeirra. And they aren't happy. Og þetta fólk það gleðst ekki. I'm happy Ég gleðst eating chicken og að borða kjúkling and cheese og ost.
and drinking chocolate milkshakes. og borða til dæmis súkkulaði ís. I'm happy. Ég gleðist. They're depressed. En þetta fólk, það svona í deburð. And whenever we talk, Og þegar við tölum they saman, don't talk about Jesus. að þá tala þeir ekki endilega Jesú. They talk about what I eat. Þeir tala frekar það hvað ég borða. So I listen Svo ég hlusta and I say, og ég segi síðan, when are you going to be happy? hvenær ætlið þið að gleðjast og fagna? Poor people. Vesalings fólk. Christ gives us an insight Jesús gefur okkur innsýn, that he loves us, þennan skilning að hann elskar okkur. even in our brokenness, Jafnvel þegar við erum svo brotin niður. even in our imperfections, Jafnvel í ófullkomleika okkar. even in our limited understanding of truth. Jafnvel þegar skilningur okkar takmarkaður á hvað sannleikur He loves us. þá elskar hann okkur. I can remember as a child, Ég minnist þessum barn a Seventh-day Adventist preacher að þá kom 7. dags aðventista prédikari preached a sermon og hann prédikaði ræðu on why we should not chew chewing gum in church. einmitt það hvers vegna við ættum ekki að tyggja For 1 hour, og ég heila klukkutíma he talked about Wrigley spearmint gum, að þá talaði hann þessa tegund juicy fruit gum, og þetta bragðgóða tyggjó, dentine gum, hvaða tegund sem and all I could think about, og allt sem ég gat hugsað I want some gum. ég vil fá tyggjó. No Jesus, Engin Jesús í prédikun, no blood, ekkert blóð var minnst á, no hope, enga von. no insight into the compassion of God for me, Við fengum enga innsýn inn í þjáningu Krists fyrir mig. no story of the Lamb of God slain Ekki var for sagt me. frá hinu slátraða lambi mínu vegna. All he talked about was chewing gum. Allt og sem hann prédikari myndist á var tyggjó. To me, that was a waste of time. Fyrir mér var þetta sóun á tíma. One person Einn maður had come to church that day hafði komið í kirkju þennan dag to hear the good news, til þess að heyra fagnaðar erindið. not an advertisement for chewing gum. En ekki einhverja auglýsingu fyrir tyggjugúmi. It was a waste of time. Þetta var sóun tíma. The cross of Christ En kross Krists reveals the love of God, opinberar kærleika the Krists, power of God, kraft Guðs and the wisdom of God. og visku Guðs. It appeals to us Þetta skírskota til okkar to love God back. að einmitt að elska Guð í staðinn. And then we ask the question, Og síðan spyrjum við, God, Guð, what do you want me to do for hvað you? vilt þú gera með mig? As I was growing up in the church, Þegar ég ós upp í hearing söfnum all the stories in the Bible, og heyrði alla biblíusögurnar, I wanted to be like Peter, þá vildi ég vera svo Pétur, strong man. sterkur maður. And then one day the Lord said, Og svo var það að drottið sagði við mig, you don't have to be like Peter, þú þarft ekki að vera svo Pétur, just be yourself. vertu bara þú sjálfur. I chose Peter. En ég kaus að vera svo Pétur, He's dead. en hann dauður. Now I've chosen you. Nú hef ég kosið þig. And you don't have to be Peter. Já, You don't have to be það er Peter. Kristus sem hefur kosið mig Just og hann be- segir við mig, þú þarft ekki að vera Pétur. Just be Franklin S. Hill III, Vertu bara þú sjálfur, filled Franklin with my Hill, spirit og fylltur af anda mínum and with my love. og fullur af kærleika mínum. The reason I emphasize the Holy Spirit Ástæði fyrir því að ég legg áherslu á heilagan anda is because many church people don't talk about the Holy Spirit. vegna þess að það eru margir kristnir sem tala ekki And they heilagan don't anda understand the connection of the Spirit. og þeir skilja ekki þetta samband With sem the er á cross of heilags Christ. anda og kross Krists. Most people are afraid of the Holy Spirit, Flestir hræðast heilagan anda and they don't realize og þeir gera sér ekki grein fyrir því that without the Holy Spirit, að án heilags anda you cannot experience God. að þá getur ekki upplifa Guð. You can look, Þú getur hort, you can say it's good, þú getur sagt með sjálfu þér, þetta but er you gott, won't experience God. þú upplifir ekki Guð í lífi þínu. In Romans 5:5 it says Í this, Rómverjabréfinu 5. kapla og 5. versi segir and hope maketh not ashamed, að vonin verður ekki til skammar, for the love of God því að kærleikur Guðs is shed abroad úthellt út allt in our hearts í hjörtum okkar through the Holy Spirit, fyrir tilstilli heilags anda which is given unto you. sem gefin okkur.
Great text. Stórkostlegu texti. It takes the burden from me Svona boðskapur tekur byrðina frá mér to live the Christian life til þess að geta lifað kristilegu líferni and puts it on the Holy Spirit. og leggur þetta í hendur heilags anda. Paul said it this way. Páll orðaði það þannig: It is not I that live, það ekki ég sem lifi, but Christ lives in me. heldur Kristus sem lifir í mér. And the life that I now Og live, lífið sem ég nú lifi, I live by the power of that Christ lifi ég fyrir kraft Krists who died for me. sem dó fyrir mig. That's a different way to live Það Christianity. allt annað að lifa þannig. And it takes away the pressure Og það tekur alla pressuna af okkur of trying to be the Holy Spirit. að reyna að komast af án heilags anda. I can't convince you about this cross. Ég get ekki sannfært ykkur krossin. I can preach about it. Ég get prédikað hann I can point to the Word of og God. ég get bent ykkur á orð Guðs, But without the Holy Spirit, en án heilags anda no one will desire Christ. mun enginn þrá Jesú Krist. No one in here will appreciate the Þá cross. mun enginn hafa áhuga á krossinum. You will say to me, Þið munum segja við mig: nice speech. já, góð prédikun, But that is not what this is about. en þetta snýst bara ekki það. This is allowing the Holy Spirit Þetta snýst að leyfa heilagum to anda reach you in your inner sanctum að ná til ykkar and rearrange og your thoughts and raða feelings hugsunum ykkar og tilfinningum so that you will love God, til þess að þið lærið að listen elska to Guð God, og hlustið á Guð follow og God, fylgja Guði enjoy og God, njóta Guðs receive og God meðtaka Guð into your life. inn í líf ykkar. You see, I learned years ago, Ég hef lært fyrir löngu síðan I can't convince you that God loves að you. ég get ekki sannfært ykkur að Guð I can elskar only ykkur. demonstrate Ég get aðeins that God loves me. að Guð elskar mig And the way I demonstrate it og hvernig ég sýn ykkur is the way þetta I treat you. hvernig ég kem fram við When ykkur. I see you, I'm happy to see you. Þegar ég sé ykkur þá It gleðst ég og makes you feel fagna good. því að það kemur ykkur og When we verður talk, ykkur I am líða vel. honest with you. Pardon me? When we talk, I am honest with you. Og þegar ég tala við ykkur þá ég heiðalegur gagnvart ykkur And you feel it in your heart. og þið munu finna það í hjörtum ykkar. The Bible says this, Biblía segir the Spirit in me að andinn í mér bears witness that the Spirit in you mun bera vitni andanum í ykkur is living in us. að andinn lifir í okkur. Some of you remember Sum ykkar minnist þess when you were falling in love. að þegar þið urðu ástfangin Oh, you were in ninth heaven. að þá voru þið alveg upp í 7. himni. All you wanted to do Allt og sem þið vildu was to gera be together. var að vera saman. You found no fault in anyone, any conversation. Segðu þetta, You segðu þetta. found no fault in any conversation. Það var ekki sem komst að í samræðum ykkar You enjoyed each other. annað en að njóta hvers annars. And you did not want anyone else to get in between. Og þið leyfðuð engum að komast upp á milli ykkar. You were in love. Þið voruð ástfangin. Yes. And this is what happens when Christ seizes your Það heart einmitt þetta sem gerist through þegar His Spirit. Kristur hertekur að anda í ykkar í gegnum You heilagan anda, first experience His love. að þá munum þið fyrst upplifa kærleika And hans. that love awakens love in you. Að þá mun þessi kærleiki svo vekja ykkur upp And you desire to return it to Christ and others around. til þess að útbreiða þennan kærleika Krist til annara í kringum ykkur. And then the text makes sense. Og þá það þessi texti, þessi yfirlýsing ritningarinnar svona nær til okkar. I can do all things Ég get gert allt through Christ fyrir Jesú Krist who loves me. sem elskar mig. Þetta ekki stórkostlegt? Now I close. Nú mun ég ljúka. The passion of Christ Ástríða Krists is the epicenter of the gospel. þunga miðja fagnaðar erindisins. We tell this story all over the world Við segjum þessa sögu allan heiminn because this is what He came to do. vegna þess að þetta einmitt það sem Jesús kom til þess að framkvæma. He said, I did not come to be ministered Ég to. kom ekki til þess að láta þjóna mér. I came to minister Ég kom til þess að þjóna öðrum and give my life a ransom og til for þess að many. gefa líf mitt til endurlausnar mörgum. The great challenge for us Hinn mikla áskorun sem að við horfumst í augu við is to live our lives fólkin í því að lifa lífinu out of the cross of Jesus í Christ. ljósi kross Krists. Paul said we die daily. Páll sagði við deyjum daglega. He said we have this treasure in earthen vessels Hann sagði við þessi fjársjóður í jarðneskum kerum
And the treasure is Og fjársjóðurinn þessi, the Lamb of God lambi Guðs, slain slátrað, before the foundation of the world. allt frá grundvöllun heimsins. When you read the book of Revelation, Þegar þið lesið opinberu Jóhannesar, we meet a group of people singing. að þá komið þau auga á hóp manna syngjandi. They are called the redeemed. Þeir eru kallaðir hinnir endurlaust. We also meet angels singing. Og svo sjáum við engla syngja líka. And the central person Og aðalpersonan þar á milli þeirra is the lamb that was slain. lambi sem var slátrað. We have been told Okkur hefur verið that tjáð we will study the theme of the að cross við munum rannsaka efnið krossin throughout the ceaseless ages of eternity. allar endalausar eilífðir. Someone asked me the question, Einhver spurði mig þessara spurningar. why will we study that one theme? Hvers vegna munum við rannsaka þetta eina efni? And I say, Og ég segi, you cannot exhaust love. því það er ekki hægt að tæma kærleika Guðs. Love is something you can never exhaust. Kærleikur er nokkuð sem að við getum aldrei tæmt. Það er Because the ekki tæmandi Bible efni. says Því að Biblía segir God is love. að Guð er kærleikur. But as we listen to the songs of Því heaven, að eins og við hlustum á söngva himinsins, we are caught up að þá eru við svo hrifin upp into the centrality of Christ, the Lamb of God, í þunga miðju þessa stórkostlega Slain for us. lambið sem slátrað fyrir okkur. and they sing this song. Og þeir syngja þennan söng. Worthy is the Lamb. Verðugt er lambið. Worthy is the Lamb. Verðugt er lamb. Worthy is the Lamb Verðugt er lambið that was slain. sem var slátrað. And he is worthy Og hann er verðugur to receive riches að and meðtaka honor ríkdæmi, and glory heiður, and power dýrð og forever and ever. eilífð og eilífð. Why? Hvers vegna? Because he will share it with me. Vegna þess að hann mun deila þessu öllu með mér. I'm a child of the King. Ég er barn You konungsins. are children of the Þið King eru börn konungsins. because Christ Vegna þess að has Kristur invited you to become a part of his hefur family. boðið ykkur að verða þáttakendur í fjölskyldu eða meðlimir í fjölskyldu himinsins. If you forget everything I've said, Ef þið gleymið öllu sem ég hef sagt hér, never forget þá gleymið það aldrei þessu that God so loved the world að Guð svo elskaði that heiminn he gave his only begotten að hann Son, gaf sinn engjarna son that whosoever believeth in til him þess að hver sem á hann should trúi not perish, skildi ekki glatast but have everlasting heldur life. að hafa eilíft líf. Let us pray. Við skulum biðja. Father in heaven, Faðir á himnum, we thank you for the privilege við þakkum þér fyrir forréttindin of reflecting on the cross að of Jesus Christ endurspegla kross Jésu Krists and his sufferings. og þjáningar hans. Give us, Lord, a deeper appreciation Hjálpað okkur að meta for the blood of Jesus Christ, úthelta blóð Jésu Krists. the blood that cleanses us, Þetta blóð sem hreinsar okkur. the blood that heals us, Þetta blóð sem læknar okkur. the blood that sustains us Sem viðheldur lífi okkar. in this life. Í lífi okkar. Grant us, Lord, Viltu veita okkur drottin the great hope þessa miklu von of hearing from you að heyra frá þér when Jesus returns in the þegar clouds of Jesus glory. kemur aftur í skýjum himinsins í dýrð. Well done, Vel gert, good and faithful þú trúi servant. og góði þjónn. Amen. Amen.